Í dag ætlum við að skoða þau dýr sem að sækjast í, já það kallast á latinu Veslinínugolos eða veslualkohólisti. Og þær eru yfirleitt, já við skulum skoða hérna yngsta dýri sem við höfum hér í þessum þætti í kvöld. Þetta hérna, köllum þetta á latinu Grecoholix og helstu einkenni þessari það er ljóst hár, það er sífellt brosandi, getur ekki verið kjur, þarf alltaf að vera að fikta í veskinu sínu og skoða hvað mikill peningur er eftir og er alltaf með veski við hliðina á sér. Og svo eru náttúrulega hin einkennin, það eru pokarnir sem fylgja þessum dýrum. Hér er annað dýr sem við höfum, fársjúkt. Trúlega er þetta genatýst í þessu dýri, en þessi hefur þessu sömu einkenni. Ég er búinn að ganga frá hann. Hann er hérna í bakkofinu hérna. Hefur sömu einkenni, það er ljóst hár, það er buddan. Ég ætla að sýna ykkur budduna. Buddan hana. Tróðfullir bakpokar af vörum. Þarna er enn eitt dýrið, kemur leitandi að veskinu sínu, er með ljóst hár eins og mörg önnur verslunardýr. Við kallum mjóa dýrið. Og þarna er mother shopper, þetta er sem sagt drottningar shopparinn. Nei, ég er drottningar shopparinn. Öll þessi dýr hafa það sameiginlegt að vera eyðslufíklar og neyslufíklar, sumir myndu kalla. Næst grípum við niður í þættinum þar sem við verðum inn í verslun og sjáum dýrið að leik, hvernig það athafnar sig í sínu hæðsta. Sínu uppáhaldsumhverfi, þar sem það nýtur sín sem best. Nú eftir að hafa barist í gegnum frumskó verslana og rétt svo lifað af, þá ætlum við að reyna að komast að dýrinu í verknaði. Þessi frumskógur er svona tiltölulega léttur, nokkuð 100 verslanir, en fyrir aftan mig er það sem hefur valdið með mestum hjónaskilnaði gegnum tíðina, við talið banvænt svæði. Verslunarmiðstöðin sjálf, hér gerast hlutirnir, hér er það ekki. Fyrir svona, við fórum ekki að fara í svona stóra og mikla frumskóga verslana. Hér geta menn hreinlega dáið. En við læðumst inn nær. Þarna er eitt svona tiltölulega lítið hættulegt merki, en enga síður hættulegt. Hefur klippt mörg kreditkortin gegnum tíðina. Munum örugglega að gera það í framtíðinni. H&M. Kem aftur þegar við sjáum dýrið að verki. Brúnar yfir út. Nú er ég komin inn í H&M. Ég ætla að læðast hérna meðfram að rekkonum og trúum mig það er nóg af þeim. Þarna er nú eitt kennileiti fyrir dýrin, þar sem að dýrin halda sig. Og er það útsölumerkið. Útsölumerkið er það hættulegasta. Þar eiga það til að missa sig. Það sjáu þið, það er tína af rekkonum. Það eru að missa sig, það veit ekki af neinu. Það getur komið kjarnorkustríð og það myndi ekki finna fyrir því. Það er tæta og tæta og tæta. Þannig að sáu þið hamingjusvipinn á einu dýrinu eftir að hafa fundið sér einhverja flík til þess að eyða peningi. Þarna eru 2 sýnisortn af dýrunum. Ég er bara með nýja buxustæða fyrir þessar kallnóttir sem gaf sig. Eins og þið sjáu þá er þetta ekki staður fyrir kallmenn með fulla sens. Sjáu eitt af litlu dýrunum, eitt af afkvæmum.
verslunarmanneskjuna. Komið með pínu litla hrúgu í hendurnar. Þetta er það sem stóru dýrin kalla efnilegt dýr.